Þá komið að 10. liði á dagskrá. Það flugstefna Íslands drög og ætla að biðja varaforseta að taka við stjórn fundarins og gefa mér orðið. Já, þá það bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér til umræðu flugstefna og þá líka Akureyrarflugvöllur. Svo sem ekki í fyrsta sinn og sennilega ekki að síðasta. Og það ekki laust við að mér líði eins og bæjarfulltrúi Gunnari Gíslasyni áðan í umræðinu fjárhagsáætlun eins og bílu plata. Þegar kemur að uppbyggingu á flugvellinum. En ástæða þess að málið á dagskrá hér í dag svo að nú hafa stjórnvöld lagt fram samgönguáætlun til næstu 15 ára, flugstefnu í fyrsta sinn sem ber að þakka og framkvæmdaáætlun samhliða henni til 5 ára. Stjórnvöld hafði áður lagt fram grænbók sem við bæjarstjórn gerðum athugasemdir við og nú liggja fyrir drög sem nánast óbreytt frá fyrri drögum, sem náttúrulega gríðarleg vonbrigði. Það sem sagt eitt og sér kemur að mér að minnstakosti verulega óvart eftir að hafa átt góð samtöl við nokkra ráðherra og marga þingmenn sem fullyrtu að grænbókin ætti eftir að taka svo miklum breytingum að við skildum ekki hafa neinar áhyggjur hér fyrir norðan. Hugað yrði að Akureyrarflugvelli enda mikill samhljómur sveitarstjórnarfólks á öllu Norðurlandi að opna nýrra gáttar sé forgangsverkefni fyrir landshlutann. Undir þetta forgangsverkefni hafa ráðamenn tekið og fullvissað okkur að við séum öll í sama lið og við séum öll að vinna sama markmiði. Það því með ólíkindum að enn séu meginskilaboð flugstefnunnar að ekki byggja neitt upp á Akureyrarflugvelli. Það í flugstefnunni talað að stuðla að reglubundnu millilandaflugi fleiri alþjóðaflugvelli en Keflavíkurflugvöll. En í næstu hendingu að innviðauppbyggingin eigi að miðast við varaflugvallar hlutverki sem allt annað, fremur en farþegaþjónustu og áhersla sér þar fyrst og fremst sett á Egilsstaðaflugvöll. Eins og það var nú ánægilegt á síðasta ári að tilstæði að gera flugstefnu þá vonbrigðin jafn mikil núna þegar drögin liggja fyrir. Helstu athugasemdir sem við hér norðanlands gerum við stefnuna númer 1 að ekki eigi að halda áfram með þróun á Akureyrarflugvelli sem alþjóðaflugvelli eða að fara í heildstæða uppbyggingu þannig að hann uppfylli þær þarfir sem alþjóðaflugvelli ber að gera og mögulegt sé að byggja þar upp aukið millilandaflug. Reglulegt millilandaflug krefst farþegaþjónustu og eins og við vitum þá afar brýnt að flugstöðin á Akureyrarflugvelli verði stækkuð. Sú stækkun hlýtur að vera algjört forgangsverkefni sem og stækkun flughlaðs. Númer 2 að ekkert sé minnst á að jafna flutningskostnað á flugvélaeldsneyti og í þriðja lagi að ekki sé lögð fram áætlun að bæta aðstöðuna í Keflavíkurflugvelli til þess að tengingar milli innanlands og millilandaflugs séu mögulegar og skilvirkar í framkvæmd. Öflugur alþjóðaflugvöllur hefur mikil jákvæð áhrif á atvinnulíf og samfélag hvar sem hann staddur og styður við jákvæða byggðaþróun á viðkomandi svæði. En við skulum og að þeim sökum náttúrulega þá ættum við frekar að leggja áherslu á að byggja upp alþjóðaflugvöll með þessi millilandaflugi heldur en varaflugvallarstarfseminni þó að hún sé vissulega mikilvæg. Og ef við stöldrum aðeins við varaflugvallaplanið þar sem gert ráð fyrir að fara í uppbyggingu á Egilsstöðum þá skemmst að minnast þess sem kom upp hérna bara og í þeim aðstæðum sem kom hérna upp fyrir nokkrum dögum síðan þegar einhverju hluta vegna þá lokast Keflavíkurflugvöll og þetta getur gerst með miklu stuttum fyrirvara og Reykjavík var ekki í stakkbúin til þess að taka við umferðinni. Þá styst að fara á Akureyrarflugvöll þegar umferðin að koma vestan að. Það því mjög öllu óskiljanlegt að svo stækkun flughlaðs sem löngu hafin skuli ekki vera í forgangi á stjórnvöldum. Einmitt þessa öryggis vegna. Það ekki hægt að segja að já bara fyrir maður stað. Það var bara of langt. Í einhverju tilfellum það bara of langt. Planið þá virkilega að láta flughlaðið standa svona ókomna tíð? Við erum hérna með áfangastað sem vantar uppbyggingu á innviðum til þess að geta nýtt tækifæri sem til staðar. Árið 2018 jókst umferð Akureyrarflugvöll 80% með árinu undan. Innviðir flugvalla þurfa að vera þannig
að þeir geti tekið á móti þeirri umferð sem ætlað er að koma inn á svæðið og þjónusta farþega. Beinar tekjur, það hefur komið fram í úttektum, að beina tekjur af flugferðum Superbreak til Akureyrar frá Bretlandi síðustu 2 vetur eru metnar á 750 milljónir króna. En til viðbótar önnur neysla sem metin á 450 milljónir. Samtals hefur starfsemi Superbreak aukið veltu ferðaþjónustu á Norðurlandi 1,2 milljarða. Og það bara töluvert, sérstaklega þegar þetta gerist á vetrartíma sem hefur verið svona, á þessum ekki háana tíma. Að samaskap má búast við að farþegar Voith Travel skili 600 milljónum í tekjur inn á svæðið með sínum flugferðum í sumar. Þessar tekjur skila umtalsverðum skatttekjum beint í ríkissjóð til viðbótar við annan ávinning. Ef flugstefna sett fram þannig að hún ákveði ekki verið byggður upp fleiri alþjóðaflugvellir, þá verið að taka ákvörðun neikvæð áhrif á efnahagslíf á landsbyggðinni vegna tapaðra tækifæra. Ég velti fyrir mig hvort að það sé raunverulegu vilji sitjandi ríkisstjórnar. Sumarið 2015 fól starfshópur forsætisráðherra aukna möguleika á millilandaflugi rannsóknarmiðstöð ferðamála að vinna skýrslu svæðisbundin og þjóðhagsleg áhrif af beinu millilandaflugi til Akureyrar eða Egilsstaða. Starfshópurinn byggði sína tillögur á þessar skýrslu sem sýndi fram á ótvíræðan þjóðhagslegan ávinning af auknu millilandaflugi þessa flugvelli. Jafnframt kom fram fjárfestingur ríkisins í auknu millilandaflugi á Akureyri eða Egilsstöðum með hvatakerfi í gegnum flugþróunarsjóð myndi skila sér 2-falt tilbaka í ríkissjóð gegnum auknar skatttekjur. Það síðan margt sem mælir með því að Akureyrarflugvöllur verði fyrsti valkostur eftir Keflavíkurflugvelli. Hér allir innviðir til að taka á móti fólki, bæði gisting, veitingar og farþegaflutningar, en einnig mjög vel búið sjúkrahús. Þá á Akureyri miðstöð sjúkraflugs á Íslandi og bandaríski herinn velur Akureyrarflugvöll sem fyrsta varavöll. Eins og ég sagði upphafið þá erum við aftur að benda á það augljósa og skiljum því ekki nú þegar áætlun lítur dagsins ljós að ekki skuli vera nein plön að gera það augljósa í stöðinni. Það að klára uppbygginguna hérna á Akureyrarflugvelli, hið snarasta. Markaðsskrifstofa Norðurlands setti fram ítarlega umsögn flugstefnu sem bæjarráð tók heils hugar undir. Ég ætla að ljúka þessu hér á mér með því að leggja fram bókun bæjarstjórnar til samþykktar en hún hljóðar svo. Bæjarstjórn Akureyrarbæjar lýsir yfir miklum vonbrigðum með tillögu að flugstefnu og samgönguáætlun til næstu 5 ára sem lagðar hafi verið fram af stjórnvöldum. Í samgönguáætluninni ekki gert ráð fyrir neinu fjármagni til uppbyggingar á Akureyrarflugvelli næstu 5 árin. Miklum kröftum og fjármunum hefur verið varið til að byggja upp ferðaþjónustu, afþreyingu, hótel og innviði á Norðurlandi á síðustu árum. Enn fremur markaðssetning heimamanna undanfarin ár farin að skila árangri með auknum áhuga erlendra flugrekanda. Þá hefur flestum flugtæknilegum hindrunum verið rutt úr vegi á Akureyrarflugvelli. Umferð millilandaflugs hefur verið að auka síðustu misseri og áform að sú umferð aukist enn frekar. Þrátt fyrir þessa jákvæðu þróun virðist vera nánast ógerningur að fá samþykki fyrir stækkun flugstöðvarinnar þannig að hægt sé að taka með sómasamlegum hætti á móti þeim erlendu ferðamönnum sem hingað koma með flugi. Forsvarsmenn erlendra ferðaskrifstofa hafa bent á að þarna sé pottur brotinn sem geti haft veruleg áhrif á getu þeirra til að selja ferðir til Akureyrar. Í mörg ár hefur verið beðið eftir að flughlöð Akureyrarflugvallar verði stækkað án þess að því verki hafi verið lokið. Nú búið að keyra umtalsverðu magni af efni í hlaðið en enn vantar að ljúka verkinu þannig að það geti nýst starfsemin á vellinum. Formaður öryggisnefndar atvinnuflugmanna hefur bent á að núverandi staða á flughlaði á Akureyrarflugvelli hamli raunverulega daglegum rekstri vallarins og lítið þurfa að bregða út af til þess að flugvöllurinn teppist vegna plássleysis. Þá flughlaðið forsenda þess að hægt sé að byggja upp atvinnulóðir á flugvellinum, en fyrirtæki á svæðinu hafa viljað byggja allar götur síðan 2013. Bæjarstjórn væntir þess að stjórnvöld gangi sem fyrst til verka og leggi til nægt fjármagn til þess að sú vinna sem hefur verið unnin og það fjármagn sem hefur nú þegar verið sett í uppbyggingu fari ekki í súginn heldur nýtist samfélaginu til heilla.
Ítrekað hefur komið fram hjá stjórnvöldum, ráðherrum og þingmönnum að nauðsynlegt sé að bregðast við ástandinu á Akureyrarflugvelli og því með öllu óskiljanlegt að ekki skuli vera búið að fjármagna þessi verkefni. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi inn aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það og það orðið laust næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Það er bara næsta rispaða plata, forseti á getur bæjarfulltrúar. Við erum náttúrulega hér búin að ræða þessi mál margoft. Ég og mínir félagar í Sjálfstæðisflokknum höfum setið með okkar ráðherrum og þingmönnum margoft og rætt þessi mál. Ég veit að það sama hefur verið upp á teininginu hjá fulltrúum Framsóknarflokksins og fleiri flokkum. Þingmenn og ráðherrar hafa svo sannarlega verið að taka vel í þetta, sýnt þessu mikið skilning og gera svo ekki neitt. Það er bara alvarlegt mál. Þetta er ekkert nýtt. Það er búin að standa frammi fyrir þessu lengi. Þetta er raun og vera algjörlega óþolandi staða sem við erum komin í. Ekki síst vegna þess að nú er búið að leggja fram byggðaáætlun, það er búið að leggja fram meirihlutasamning eða samning ríkisstjórnarinnar sem gengur út á þetta og það er verið að tala um að styrkja byggð í landinu og við horfum núna upp á það að í þessum klukkutíma radíus frá höfuðborgarsvæðinu búi 85% þjóðarinnar. Það búa þá 15% þar fyrir utan það radíus. Hér á Eyjafjarðarsvæðinu búa 7% af þessum 15. Það er að segja helmingurinn af þeim sem búa á landsbyggðinni. Sem segir mér það að þetta er raun og verið eini byggðakjarninn sem hefur eitthvað vægi fyrir utan höfuðborgarsvæðið. Og það er með öllu óskiljanlegt að þetta svæði skuli vera skilið eftir sem eyland í raforkuvæðingunni og í raun eyland í ferðaþjónustu. Nú væri hægt og hefði átt að vera búið að gera helling eins og til dæmis þann að stytta þjóðveg 1 suður. Það hefði ekki hjálpað til, alveg pottþétt. En það má ekkert gera þar vegna einhverja byggða tæknilegra vandamála eða bara áhugaleysis. Það hefði verið hægt að byggja upp Kjalveg, klára það, sem hefði alveg klárlega haft mikil áhrif. Það er ekkert hrifti því. Flugbrautin var vissulega lengd hérna. Það hafðist með herkjum að fá að nota efni sem féll til úr Vaðlaheiðargöngunum inn á þetta svæði til að losa og nánast gefið þetta efni. Og ef það hefði ekki verið gengið hart eftir því og í raun og veru Vaðlaheiðargöngu EHF sínst fjármagnað það verkefni, þá hefði þetta efni bara farið eitthvað annað. Þetta er raun og veru alveg gjörsamlega óskiljanleg staða sem við erum komin í. En það er eitt sem hefur oft komið upp í sér umræðu og maður veltir svona fyrir sér hvernig menn að horfa til. Í fyrsta lagi það að menn að vera að horfa til þessa Isavia sem hefur verið að hafa verulegar tekjur á Keflavíkurflugvelli. Leggi nú eitthvað af þeim tekjum í aðra alþjóðaflugvelli og ekki síst þá í varaflugvellina kannski, til þess að eiga þá þann þátt öruggan gagnvart Keflavíkurflugvelli. Nei, það má ekki. Það er einhverjir sem segja að það megi ekki og þá er það bara þannig. Þetta er ríkisfyrirtæki en það er OHF og það er stjórn. Og þessi stjórn, hún bara tekur ákvarðanir byggðar á almennri eigendastefnu ríkisins sem tekur ekki tillit til þessa þáttar. Og þá hafa menn sagt, jú, við skulum breyta eigendastefnu Isavia. Þannig að Isavia eignist þessa alþjóðaflugvelli og þá eru þeir hluti af þessu flugvallakerfi og þá hljóta þeir, ef eigendastefna segir, þið eigið að setja fjármagn í þessu alþjóðaflugvelli og þá bara er uppbyggingin klár.
Þá gerist það á þessu ári að það skipt forstjóra í Isavia og héldu nú margir að nú verði öldin önnur. Og líka skipti stjórnarformann í stjórn Isavia. Menn svona hugsuðu nú gott til glóðarinnar að nú færi að sjást einhver önnur sjónarmið. En það var nú aldeilis ekki svo. Og kom nú mjög skýrt fram á þeim fundi sem var haldinn hérna á vegum markaðsstofu Norðurlands eða R66 daginn. Það náttúrulega kemur í ljós að Isavia hefur ekkert í hyggju að breyta einunni neinu vegna þess að þeir geta ekki fært fjármagn frá Keflavík annað vegna þess að það svo ofboðslega mikil þörf fyrir þetta fjármagn þar. Og við erum ekkert að tala einhverja 20 milljarða, við erum að tala smá aura í þessu samhengi. Það bara ekki hægt. Getum við þá ekki bara tekið hennar flugvöll yfir eða getum við ekki tekið lán út á flugvöllin? Þið eigið hann, þarna eru mannvirki, þarna flugstöð, þarna flugskýli, þarna flugbraut. Takið lán og fáið við í þessu. Nei. Það ekki hægt vegna þess að við verðum að færa allar þessar eignir niður í 0 í bókhaldinu hjá okkur. Svo í hinu orðinu, þá dæmið sett þannig upp að þessar eignir, þær séu ígildi 700 milljóna króna í rekstrakostnaði á ári ef að einhver aðili tekur flugvöllin yfir og fer rekan og það aldrei hægt að rekan á 0 af því að svo rosalegu kostnaðir. Þið hægt að skilja mig? Ég ekki hissa. Þetta óskiljanlegur málflutningur. Þetta segir mér bara einfaldlega það verður að taka Isavia, leysa þetta félag upp og annarkvort verður bara að gera þetta enga hlutafélagi eða ríki bara tekur þetta yfir. Mér finnst þetta ekki, það ekki hægt að bjóða okkur upp á þetta. Það ekki hægt að bjóða okkur upp á þetta. Og af því að það nú engin aur í þessari samgönguáætlun eins og kemur fram í þessari ályktun næstu 5 árin, þá velti maður þessu býtu hvað gerðist eiginlega? Hér kemur ráðuneytisstjóri með fríðu förneyti og segir okkur það að nú verði málunum bjargað. Grænbókin ekki, hún bara ekki stefna stjórnvalda og hefur ekkert með að gera. Við erum að skrifa nýja stefnu hérna. Þið gleymið ekki. Kemur út hvítbók og hún bara endurtekning á grænbók. Þetta náttúrulega ekki bjóðandi. Og hvað minnst á Akureyri þar? Jú, í Akureyri kemur fyrir einu sinni í allri bóki. Allri. Maður bara steinhættur að skilja nokkuð skapaðan hlut hér. Þangað til maður fyrir að lesa viðtöl við samgönguráðherra þar sem hann að ræða þessi mál og þá kemur í ljós að eða ég skil viðtal við hann sem var í birtist á Vísi.is daginn, það var sennilega í sjónvarpinu líka. Ég skil það þannig að hann sé að reikna með því að Isavia verði að setja pening í flugvöllin þegar að eigendastefnu verður birt. En það hefur ekki komið fram. Og nú okkur sagt einu sinni enn, þessu viðtali, að við skulum bara vera róleg því að það á leiðinni fjármagn í þetta. KEA hefur búist til að byggja flugstöðina og leigja hana til lengri tíma. Fjármálaráðherra hefur sagt á fundi að þeir þurfi ekkert fjármagn frá KEA. Það bara ekkert mál að byggja þetta. Er það ekki bara einfalt mál að byggja þetta? Erum við að tala 2 milljarða? Nei. Erum við að tala 1 milljarð? Varla. Við erum kannski að tala 600 til 800 milljónir. En á vísu þarf að fara í hluta flughlaðinu líka með. En það líka bara öryggisatriði og bara sjálfsagt mál að gera það. Mér finnst bara að staðan okkar vera orðin svo einhvern veginn að við verðum að grípa til einhver aðgerða. Ég lagði hérna fram í bæjarráði fyrir ári síðan slatta af spurningu þar sem var velt upp
var verið að óska eftir svörum við ýmsum spurningum sem snúa að því hvernig rekstrar umhverfi þessa flugvallar er. Sú úttekt er ekki búin en mér skilst að sé vona á henni mjög fljótlega og þá kannski fáum við að sjá einhverja tölur og fáum einhverja að sýna það hvernig rekstrar umhverfi þessa flugvallar er og getur orðið þó ég sé ekki að leggja hér til að við tökum hennar flugvöll yfir. Ég vil bara segja það. Ef ekkert gerist núna á næstu vikum þá hljótum við að þurfa að fara að velta því alvarlega fyrir okkur með sveitarfélaginu hérna í kringum okkur að fara að stíga inn í þetta mál. Hvort sem við viljum það ekki. Nema við ætlum bara að láta svelta okkur í hel. Þetta er alveg afleit staða. En Akureyrarbær er alltaf að lenda í einhverjum afleitum stöðum, við erum alltaf að vinna einhverja leiðir út fyrir því, en við hljótum að geta fundið leiðir út fyrir þessu líka. Svo styð ég náttúrulega þessa bókun alveg í bakgrunn fyrir. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég kem upp bæði til þess að lýsa auðvitað eindregnum stuðningi mínu við þessa bókun og taka undir bæði orð forseta og undir orð bæjarfulltrúa Gunnars Gíslasonar. Mér er þetta svo framandi að skilja þessa stöðu sem að Akureyrarbær er í. Í heildarmyndinni hefur maður auðvitað áhyggjur af því að við búum orðið í einu mesta borgríki heims. Eins og bæjarfulltrúi Gunnar var að nefna, fólk er að safnast allt saman á suðvesturhorninu. Ef að við ætlum að horfa á pólitík sem er þannig að það er sjálfgefið og við ætlum ekki að byggja upp neitt af öðrum stöðum á landinu, þá er þessi ríkisstjórn að gera hárrétt með því að setja ekki fjármuni í uppbyggingu flugvalla. Hér á upphafsmetrónum í bæjarstjórn þá heyrði ég því fleygt frá bæjarfulltrúa innan Sjálfstæðisflokksins að þau heyrðu það innan úr ríkisstjórninni að ríkisstjórnin eða sjálfstæðismenn að minnstakosti myndu ekki gera neitt fyrir Akureyri á meðan að Sjálfstæðisflokkurinn væri ekki í meirihluta þar. Mig langar bara aðeins að spyrja hvort að þetta sé rétt. Er það rétt að Sjálfstæðisflokkurinn haldi því fram við innanbúðarmenn hér á Akureyri að þeir, og er það einhver hluti af skýringunni? Er það bara þannig að það á ekki að byggja upp á Akureyri og það snúist eitthvað svoleiðis? Ég myndi gjarnan vilja fá það þá bara staðfest hér í pontu, hvort að það sé rétt. Og ég vil líka dást að fulltrúum Sjálfstæðisflokksins fyrir þá ötulu baráttu sem ég veit að allir 3 bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hérna í bæjarstjórn hafa virkilega sýnt í verki með miklu aðhaldi. Og ég veit líka að það gera framsóknarmenn. Ég vona auðvitað að þetta sé ekki satt, að við séum í þessum gamaldags hjólfurum og ætlum í alvörun að vera stund á svona vinnubrögð. En það er eitthvað loðið, það er eitthvað skrítið þegar við fáum svona misvísandi upplýsingar frá þessari ríkisstjórn framtíð Akureyrarflugvallar sem eitt lykilatriði sem allt þetta samfélag hér, bæði í Eyjafirði og Þingeyjarsýslum, er sammála að skipti öllu máli ef að veðja á þetta svæði. Og við fáum að heyra það sé alveg að koma, það eigi kannski, en alltaf þegar botninu er hvolft koma engir fjármunir. Hvort sem að það tengist hagsmunum og hagsmunapoti fjárfesta eða Icelandair eða hvað sem það er, þá er það eitthvað annað heldur en pólitísk afstaða í byggðamálum sem skýrir þetta, vegna þess í orðræðu við ríkisvaldið þá er það ekki að heyra. Þannig ég skil þetta ekki og ég myndi vilja gjarnan að það kæmi upp á yfirborðið. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar.
Ég þakka fyrir hólið. Ég held að sjálfstæðismenn hafi nú alveg sýnt það í vilja og verki að þetta sé ekki þeirra vinnubrögð. Ég get ekki betur séð annað en að þeirra fulltrúi hér á okkar svæði hafi verið í heilbrigðisráðuneytinu þá hafi verið tryggt hér fjármagn bæði til sjúkrahússins og til heilsugæslunnar. Líka þegar hann satt sem menntamálaráðherra þá kom hér fjármagn til dæmis í menningarsamning þó að ráðherra Framsóknar hafi skrifað undir það samning þá var hann í vinnslu og nær tilbúinn þegar hún tók við starfi. Þannig að ég samt jafn reið og pirruð og þið yfir þessari stöðu. Og ég held að við höfum alveg sýnt það og sannað og bæði hér í pontu og ekki síst með okkar fulltrúum á fundum. Og mér finnst þetta oft svona einn vísar á annan, og það búið, ég veit ekki hvað við erum búin að sitja marga fundi tengda þessu efni. Og það Ísafja bendir á ríkið og ríkið bendir á Ísafja og svo bendir Ísafja aftur á ríkið og maður segir bara akkur sittið ekki saman og fundið með okkur bara við ræðum sem mál og leysum. Ég skil það ekki. Síðan bendir hver ráðherra á hvern annan. Ég ekki samgönguráðherra, ég ekki fjármálaráðherra. Þetta engin svör í mínum huga. Það bara skýrt að það vantar í þetta fjármagn og ég held að þetta sé fjárfesting til lengri tíma litið að byggja hér upp flugvöll. Við höfum margsagt það að þetta okkar vaxtartækifæri að byggja hér upp flugvöll og við erum alltaf ennþá svekktar yfir þessu efni að ekki komið fjármagn í þetta með að við höfum verið svelt af rafmagni í mjög langan tíma. Þannig að ég held að viðkomandi sem að sagði þetta við þig verður bara svara fyrir sín orð en ég allan að vil nefna það að það annað verið sýnt hér í verki. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir í loki málsins, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þakka Evu fyrir að svara, mér finnst þetta gott hjá henni, ég átti þessi orð, ég skal alveg viðurkenna það. Málið snýr að því að við erum búin að vinna í þessu máli í rúmt ár með þetta flugvallar stæði og með flugstöðarbygginguna. Það sem að mér finnst vera lykilatriði í þessu að menn eru að rugla þessu saman. Þetta eru tvö mál. Annars vegar uppbygging gáttar, annarra gáttar inn í landi sem að stendur í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar að það skuli stuðla. Þetta annað málið sem við erum að ræða og við segjum, við höfum innviðina, við erum klár og við erum besti kosturinn. Alveg, og hér búa 7% þjóðarinnar. Tilbúin í þetta. Hitt flugöryggismál sem bara allt annað mál og það verður bara Ísafja að eiga við ríkið og hvernig þeir alltaf fjármagna það. Það ekki alveg, okkar áhyggjuefni þanniglega. Þó svo auðvitað viljum við stækka þetta flughlað og hafa flugið öruggt á landinu. Gunni kom inn á áðan að Ragnhildur Hjalta, ráðuneytisstjóri í samgönguráðuneytinu, boðaði okkur til fundar til þess að róa okkur. Af því að ég upplifði það þannig. Við áttum fund með henni, ágættan fund og hún klappaði okkur á öxlina og sagði verið bara róleg. Þetta bara græn bók. Þetta ekkert stefna ríkisstjórnarinnar. Þó að þetta komi fram svona þá á þetta ekki að vera svona, segir hún. Og við bara kokleiftum þetta. Svo við bara, heyrðu, frábært. Og þið ætli bara að byggja upp Akureyrarflugvöll og þetta verður bara gert og græjað. Þið þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur, segir hún við okkur. Ég búin að ganga á Bjarna, ég búin að ganga á Þórdísi, ég búin að ganga á fleiri þingmenn og þó að ákveðnir þingmenn hafi sagt við mig af hverju eru þið að berjast í þessu þið ekki einu sinni meirihluta, að þá það ekki Sjálfstæðisflokkurinn og allir þingmenn sem að tala þannig. Það bara alls ekki þannig, af því að við finnum alveg fyrir stuðningi, en það vantar að fylgja eftir þessu plaggi hérna. Ég bara skil ekki svona ríkisstjórn sem að setur fram svona samgönguáætlun og klárar ekki málið með gáttin inn í landið. Hvar fjármagnið? Hvernig ætlaði að gera þetta?
Ég fatta þetta ekki. Hvað ætlaði að segja ykkur meira? Hvað segir? Er ég æstur? Þessi eigendastefna Ísafía, hvað er að bíða lengi eftir eigendastefnu Ísafía? Þú veist, ég er búin að heyra þetta núna í 2-3 ár, skilur við, já, þetta verður klárað sko með eigendastefnunni. Það gerist anskotan ekki neitt. Ég er orðinn svolítið þreyttur á að bíða eftir þessari eigendastefnu og allt lægist með því að þetta verður komið undir Ísafía. Svo erum við búin að heyra í forstjóra Ísafía. Ég er endurtekað það sem Gunnar sagði áðan. Hann segi, ég er bara engan áhuga að gera neitt á Akureyri. Ég ætla ekki að lyfta putta hérna en það liggur við. Þú veist, hann sagði þetta við okkur, bara blauttuska, við ætlum ekkert að gera. Við höfum engan áhuga, við ætlum að byggja upp varaflugvöll á einstöðum, en við verðum sem Akureyringar að standa upp og Eyfirðingar og allar nærsveitir að standa upp og segja bara þessa ríkisstjórn, þið eru með þá stefnuskrá að opna gátt inn í landið, við erum tilbúin til að taka það stáið þetta verkefni með ykkur, komið nú með fjármagn. Þetta er eins og ein lítil göng á Bakka, 4 milljarðar. Gunni segir þetta sé bara 1, ég segi þetta séu 4 milljarðar og það eru smápenningar í þessu efni. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson, lokið máli sinni, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Varstu ekki búin að beðið orðið? Það var vitleysa. Þú varst bara rétt upp hendi, já. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Svolítið erfitt að koma í ræðustól eftir svona eldmessu sem að bæjarfulltrúi Þórhallur hélt og sagði nokkuð svona það sem að segja þarf í þessu efnum. Ég er líkt og hann og Gunnar mjög ósáttur með það að við áttum vinna eins og hér fram hefur komið mjög góðan fund með ráðuneytisstjórum það að grænbókin væri ekki og fyrirgefðu bæjarfulltrúi Eva kom inn á líka, við vorum sérst við, það var ekki, við sátum á þessu fundi og þessi grænbók kom þar í umræðuna og hún sagði bara við höfum engar áhyggjur að hafa. Síðan kemur bara hvítbókin og hún er nákvæmlega eins. Og ég held bara að það væri vitlausu leikriti. En þetta er bara vissulega vonbrigði fyrir okkur og við erum alltaf að berjast við í þessu máli. Við höfum öll sem eitt staði saman hér í bæjarstjórn, við höfum búin að ræða við okkar fólk á öllum vígstöðum og við erum alltaf að tala um það sama. Við þurfum að fá þetta í gegn og alltaf er okkur lofa að þetta sé handa við hornið. Ráðherrar hafa komið hérna á fundi með okkur og sagt að þetta væri ekki vandamál, þetta yrði á næstu áru, næstu 2-3 árum sem manni eftir einn ráðherra sagði hér að þetta myndi gerast. Við þyrftum ekki peningar á KEA, en samt svo segja menn núna að kannski er KEA-leiðin fær og menn eru núna að komni með eitthvað útspil að við þurfum aðeins að bíða, það er eitthvað handa við hornið, það er kannski eitthvað að gerast, en við erum búin að gera það í mörg ár og ekkert gerist. Þetta er gjörsamlega óþolandi. Bæjarfulltrúi Þórhallur kom inn á varðandi eigendastefnuna. Svo er okkur sagt það að það sé bara algjörlega undir fjármálaráðherra komið að koma þessar eigendastefnu frá. Svo verðum við líka svolítið að passa okkur hér þegar við förum að ræða í bæjarstjórna því að þegar menn eru að tala um þá sem ekki eru staddir hér, sérstaklega ráðherra, hvernig þeir hafa hagað sér, en við getum þó sagt ýmislegt ráðherra og bæjarfulltrúi Eva kom inn á það að það margt gerst í tíð bæjarfulltrúa Kristjáns, en það var einhvað síðu þannig að fyrir kosninga 2014 þá var rætt það að það yrði sett auki fjármagn til heilsugæslunnar og það voru öll framboð hér öll sem eitt að berjast við því að það yrði áfram hér heilsugæslustöð á vegum Akureyrarbæjar, það væri samþætting í því, það væri eitthvað sem allir vildu sjá. Akureyrar módelið byggðist á því að þessi heilsugæsla væri með, við værum með heimahjúkrunina og við værum með þetta í einu pakka. Það hefði gengið afskaplega vel. Það var á þeim tíma skuld bærin átti inni hjá ríkinu einhverja 160 milljónir ef ég man rétt og það var að tala um að gera þetta upp og það þyrfti að koma svo auki fjármagn. Þarna voru allir sammála fyrir kosningar, allir, og ráðamenn töluðu þess átt. Hvað gerist svo strax eftir kosningar? Af því að bæjarfulltrúi Hilda kom inn á það. Sjálfstæðismenn komist ekki í meirihlutana, heilsugæsla var tekin af okkur, auknir peningar komu inn í heilsugæsluna, einhvað síður virðist sem samt heilsugæsla að vera í hálfgerðum lamasessi, veit ekki hvort að það kannski hefði gerst líka hjá undir okkar stjórn, en þetta er minnstu þannig staðið í dag að það er alls endis óþolandi, en það komu samt peningar inn, en skuldin við Akureyrarbæjar var aldrei gerð upp. Þannig að við stóðum uppi með það að við höfum lagt til fjármuni með heilsugæslunni
árunum áður og fyrir árið 2014 og þetta var mikið baráttumál en var það ekki. Þannig að bara því sé til haga haldi að það er ekki alltaf allt gott sem gerist og stundum kannski getur maður tekið undir að stundum finnst manni ráðherrar, ekki bara hér heldur bara víða landið, svolítið taka afstöðu til þess hverjir eru meirihluti á hverju stað. Bara svo því, mér langar bara til að koma þessu frá mér. Ég man líka eftir því að á fundi sem við áttum hér öldrunarmál, þar sem varum að ræða rekstur öldrunarheimilina, þá var akkurat þessi umræða líka í gangi og bara í þessum sal og þá vorum við að ræða reksturinn og við bara sögðum við vildum gjarnan að ríki kæmi að þessu. Það kom fram í máli ráðherra að hann var alveg sannfærður að við gætum ekki rekið þetta. Við kynnum það ekki og við ræddum hvort að við erum ekki tilbúin að taka þetta yfir. Við erum ekki tilbúin í það. Við sitjum ennþá með rekstur öldrunarheimila, erum að vísu að gera ágætis hluti þar og það er verið að taka til í reksturnum og við hefum vilja að hafa öldrunarheimili hjá okkur. Við viljum hafa þessa þjónustu hjá okkur. Við viljum veita þessa þjónustu því við teljum við geta gert hana betur. En þetta er svona bara af því að mér fannst ég þurfa að koma upp að tala þetta vegna þess að það var verið að tala það að það hefur margt gerst hjá ágætum ráðherrum, en það er stundum ekki alveg, það vil stundum vera á hinn vegi líka. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson loki máls sín næst, tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég veit að öllum líður svolítið eins og við séum komin út á hálan ís, en mér finnst þetta samt svo alvarlegt og mikilvægt umfjöllunarefni og að því að bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson hefur staðfest það að ráðherra í ríkisstjórn og fyrrum bæjarstjóri hér hafi í alvörunni sagt það að hann mun ekki leggja lóð á sínar vogaskálar fyrir Akureyri á meðan að Sjálfstæðisflokkurinn er ekki hér í meirihluta. Mér finnst það grafalvarlegt. Og ástæðan sem ég ræði það er vegna þess að ég er jafn heit yfir þessu flugvallamáli og bæjarfulltrúi Þórhallur og ég held við séum alveg saman í liði þarna. En ég skil ekki að þetta sé í alvörinu svona og eru þetta skítamálin sem eru þarna undir. Ég leyfi mér að spyrja. Auðvitað erum við líka að horfa á heilsugæslu algjörlega í mólum. Við vitum það er ekki hægt að fá tíma hjá lækni svo mánuðum skipti, það er ekki boðið heimilislæknar og guðma þetta hvað og eins og bæjarfulltrúi Guðmundur nefndi voru fjármunir settir í heilsugæsluna og hún tekin af og engin skuld greidd við Akureyrarbæ. Mér finnst bara ef að þetta er satt sem að við, ekki það ég veit ekki og auðvitað er ég ekki að segja allir ráðherrar í ríkisstjórn eða neitt í þá veru, en það að þetta sé staðreind og það er upplýsingar sem að fást hingað, mér finnst það bara í alvörunni grafalvarlegt. Og fyrir það eigi bara ráðamenn að svara. Og þar eigum við að vera að sjálfsögðu að horfa til þess að þegar maður er orðinn ráðherra, þá er verið að vinna fyrir allt landið og líka alla íbúa þess. Og ég skil þetta ekki, ég skil ekki stöðun á heilsugæslunni, ég skil ekki stöðun á Akureyrarflugvelli, ég vona hún sé ykkur allt önnur heldur en að þessi eini ráðherra sé svona rosalega valdamikill, en þetta hins vegar skýrir eitthvað sem að getur gerst í bakherbergjum og það eru upplýsingar sem að bæjarfulltrúar hér fá framan í sig. Mér finnst það alvarlegt og mér finnst það ekki í boði. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir loki máls sín næst, tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Þórhallur Jónsson, þið erum að koma ykkur saman ykkur. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég tók það skýrt fram í mínu máli áðan að væri að ræða þingmann Sjálfstæðisflokksins. Ég nafngreindi engan mann í þessu máli, svo það sé alveg á hreinu. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson loki máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þessi umræða er orðin eins og bæjarfulltrúi Hilda Jana nefndi það, komin út á hálan ís. Mér finnst þetta orðið mjög skrítin umræða, vegna þess að staðreyndin er sú að ég veit ekki til þess að þessi orð hafi nokkuð tíma fallið og þetta hafi verið hugsað svona. Þegar menn tala það að heilsugæslan hafi verið flutt yfir til ríkisins, þá lá svo ákvörðun fyrir áður en til kosninganna kom. Þannig að það hefur ekkert með kosningarnar að gera. Og þetta snýr ekkert bara að Akureyri. Það voru fleiri heilsugæslur sem voru settar að nefndir, meðal annars líka vegna þess
ef menn kynna sér þetta mál, að það voru komnar fram óskir það frá fleiri sveitarfélögum að þeir fengi að taka heilsugæsluna yfir og það var, eftir því sem ég best veit, var ekki talið forsenda til þess á þeim tíma. Þannig að ég held að verða aðeins að skoða í hvaða samhengi hlutir eru sagðir í. Svo vil ég bara minna á það, ef að fara að hengja einhver verkefni á ráðherra, þá það yfirleitt þannig hjá ríkisstjórn, hefur verið lengi, að ráðherrar eru með sín mál dálítið á sinni könnu og þeir fara fram með þau mál dálítið undir sínu forræði. Og ef við ætlum að fara að skoða hver hefur með mál flugstöðvarinnar eða flugvallarins sem slíks að gera hérna á Akureyri, þá það samgönguráðherra. Og þá velti ég fyrir mér, hvað að gerast þar ef að þetta málið? Þá skulum við bara ræða það. En ef að þetta reyndi, að þetta sé svona, já þá bara vitlaus meirihluti hérna á Akureyri ef út í það farið. Það alveg greinilegt. Hann bara handónýtur í þessu máli. Eða þetta rétt. En ekki alltaf ég að segja þetta sé rétt. Þórhallur bara verður að svara fyrir það sem að hann hefur sagt og hann hefur ekki minn stuðningi því vegna þess að þetta orð sem ég hef ekki heyrt. Það algjörlega á hreinu. Og bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Kannski ættum við bara að fara að skoða nýja meirihluta. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason, lokið málsinn, næstu til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, og þá kannski bara að spyrja bæjarfulltrúa Þórhall, hver lét þessi orð falla? Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir, lokið máli sínu. Næstu til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Ég ekki búin að halda að trekka á því hvað búin að koma oft. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég held við ættum í rauninni bara að hætta að tala þessi mál nú í kvöld, einn dag. Við eigum ekki að tala, það ýmislegt sem sagt í pólitík og gengur á ýmsu. Ég kom inn á það varðandi það sem ég var bara að lýsa hér áðan var upplifun mín á þessu sem gerðist þannig kringum kosningar 2014 og ég man eftir því að sjálfstæðismenn voru alveg á sömu skoðun og við fyrir kosningar. Við ætluðum öll að fá að halda heilsugæsluna eins og þetta var eitt af þessum lykilatriðum í Akureyrarmódelinu. Ég meina, ég bauð hún líka að taka yfir öldrunarheimilin á sínum tíma því að hann sagði að við gætum ekki rekið þau. En við eigum kannski bara að láta hér við sitja vegna þess að þetta í rauninni þannig að við erum að tala um einhverja menn út í bæ sem ekki hér til að svara fyrir sig. Og ég held að það sé ágætt að ég myndi segja bara að hér málað linni af mínum mati. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson, lokið málsinn, orðið laust, næstu til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla bara að taka undir með orð Guðmundar Baldvins. Ég vil líka bara ítreka það að við erum nýbúin að skrifa hér undir samskiptasáttmála sem að svona vísa svolítið í það að við ætlum að fara í málefninu en ekki mannin. Þannig að fara að setja hér bæjarfulltrúa fyrir að fara að tilkynna hver sagði einhverja setningu finnst mér bara allt of langt gengið. Mér finnst þið bara komin út í tóma vitleysu og mér finnst bara því miður að við erum hér að berjast fyrir gríðarlega mikilvægu málefni og mér finnst þið gera það mjög ómálefnalega því miður, þetta byrjaði vel. Og ég ætla bara að vona það að fjölmiðlar pikki upp það sem við erum að berjast fyrir en ekki það sem er sagt hér í pólitískum tilgangi. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir, lokið málsinn, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég var kannski aðeins og seinna að biðja orðið, síðustu tveir mælendur hafa í rauninni sagt það sem ég ætlaði að segja. Stóra málið hér snýst flugvöllin á Akureyri. Hann snýst uppbygging á flugstöð og uppbygging á flughlaðinu. Það málið og það málið sem við eigum öll að berjast fyrir alveg sama í hvaða flokki við sitjum. Og ég held að við séum miklu sterkari saman sem afl heldur en við sem nýti hvort annað hérna.
og ég held að sé bara fyrir neðan okkar virðingu. Við erum ekki vön að láta svona og ég held að við eigum bara að taka höndum saman, styðja þessa bókun og halda áfram að berjast fyrir þessum máli. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksson, lokamáli sinu og orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég held hérna að væri nú kannski bara ráð að bæjarhluti myndi bjóða sjálfstæðisflokknum í meirihluta í 1 ár. Sjá hvað myndi gerast. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson, lokamáli sinu. Þeir eru nú 3 flokkarnir en orðið er laust. Ef enginn hefur hvað sér ljós, þá þeir sem geta tekið undir þessa bókun, gefið merki. Það eru 11 og þá séum við umræðum lokið þetta baráttumál okkar allra.